Og þá kíkjum við aðeins á aðstöðuna, stoppbandina. Velkomin. Þú myndir bara setja þína meðri meðan það hérna. Þá förum við aðeins yfir aðstöðuna hérna. Ok, stopp. Herðu, þá ætla ég að bjóða okkur velkomin á þetta námskeið. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur aðstöðuna hérna á króki, þar sem við verðum á námskeiðinu. Þetta er mjög góð. Og ég held við munum geta gert þetta margt saman. Þetta byrja að labba þessu velum þér. Hérna eins og við sjáum hesthúsið, það er kannski ekki þetta nýtt. Þetta er 44 hús. Bæði tveggja hesta og einstaklega stíum. Það er stóðum stíur líka. Þetta hús var Sköpum Reiðhöll sem var breytt í hesthús. Þegar Reiðhöll tekur við þessu, því var síðan gefið önnur Reiðhöll við þetta. Þetta er síðan stóðhestabóksinn. Þetta er mjög nýtt og flott eins og við sjáum, mikið flott aðstaða. Hún er aðeins úti, þetta er ykkur 5 gerðir þannig að það ætti að vera nóg pláss fyrir alla hestana. Gefum við heyið og spæni. Það er mjög þægilegt finnst mér allavega að vera með þetta svona frekar afmarkað. Sinnum 50 reiðsvæði sem sagt. Þeir sem sjáu er algjör snilltar aðstaða í að vera með hesta og temja hesta. Og námskeiðið mun svona að mestu leyti fara fram hérna í Reiðhöllinni. En ef að tími vinnst þá kannski förum við eitthvað út. Styrir ekki vel á það? Svo þurfum við að loka þessu þetta, það er hérna á efri hæðinni. Við erum að leggja á hestana ykkar og ég ætla að taka 2 og 2 í einu og skoða ykkur aðeins, sjá hvað er að og þið kannski lýsið aðeins fyrir mér hvaða vandamál er í gangi. Þannig að við skulum bara leggja á hestana núna og fara inn í Reiðhöll. Hvað er svona helst sem þér langar að laga með þinn hest? Þegar við vorum tölti þá varum við að upp með hausinn. Ok. Það er ekki að laga það. Ok. Og eitthvað fleira sem þetta eftir svona í hug? Nei. Ok. Þá förum við í það. En þú Hrefna, hvað er svona helsta vandamálið að þér? Hún var svolítið erfitt með að tölta. Ok. Og er það bara lulla eða er hún klárgeng eða hvernig er? Hún er svolítið klárgeng. Ok. Þá kíkjum við á það. Ríðið bara aðeins og prófið aðeins fyrst á hana upp fyrir með taka. Ok, stelpur, svo er bara best að þið sýnir bara hvernig hestarnir eru bara að ríða helst á svona þessum flestum gangtegundum. Þannig ég get aðeins áttan á því hvernig þeir líta út. Og síðan tökum við bara stöðuna setna þegar ég aðeins svona áttan á því hvað er vandamálið sem þetta er. Já, Tinna, hvað hérna er það svona helsta sem þér langar að laga í þínum hesti? Þú veist, hún er svolítið stíf og beist. Ok. Svo var ég til í að hreinsa hana. Svolítið lullgeng og spennt og staðan. Ok. Hvernig þá lullgeng? Fer hún að staða á lulli eða? Já. Ok. Kíkjum á það. Og Ívar, hvað er það sem þér langar að laga? Hún er svolítið stíf á tauminu og kemst ekki mjög hratt á tölti. Ok. Þannig að þið langar að auka aðeins svona rýmið í hérna á tölti og líka það. Þá kíkjum við á það. Við erum komin í Reiðhöll. Og stopp. Síðan bara sýnir inn í rósin á gangtegundunum. Það er kannski reyna að sýna með hvaða vandamál eru í gangi. Ég get aðeins átta að hvað við ætlum að laga og hvað við ætlum að bæta.
meltingavegurinn á hestinum. En þar sem sagt, maginn á hestinum alveg mjög stór hlutur. Og það talað sem sagt fremri hluta og aftari hluta. Og í fremri hluta sem sagt magi og mjógirni. Mjógirni 24 metra langt. Þar fer fram svona mest allur umflyttaka á næringarefnum. Og eftir mjógirni kemur botnlangi og stóri ristill og litli ristill. Og þetta allt kallað saman sem sagt víðgirni. Þetta tekur einhverja 50-60 lítra og þarna sem sagt gerjast fóðrið og skilur sig svo á endanum út sem hestatað. Já, hvað haldið að stökk sé? Er það tvítakt, þrítakt eða fjórtakt gangtegund? Þrítakt. Já, það er rétt. Stökk sem sagt þrítakta gangtegund með svifi. Talað vinstra eða hægra stökk eftir því upp á hvort framfótinn hesturinn stekkur. Þannig að vinstra stökk sem sagt að hægri afturfótur spyrnir hestinum upp og hægri framfótur og vinstri afturfótur lenda saman. Loks kemur vinstri afturfótur seinast, framfótur seinast niður. Okay. Herðu, núna ætla ég að vera með smá sýningar fyrir ykkur og sýna ykkur aðeins grunngangtegundar. Sem sagt töll, brokk, fett og stökk. Ég er hérna með ungan hest, bara 5 metra hestur, Krókur frá Margrétarhofi. Hann undan Hóf frá Varmalæk. Þetta er svona hestur sem mér fannst henta mjög vel í þetta verkefni. Og því að hann svona með virkilega sterkar gangtegundir sem auðvelt að sýna, getur kannski sýnt ykkur hvað við erum að tala þegar við erum að tala góðar grunngangtegundir. Þannig að þetta var mjög góð spurning og átti rétt á því. En þá ætla ég að byrja á því að sýna ykkur þennan hest. Og byrja á feti. Það talaði að fet sé mjög gott þegar hestin gengur í gegnum sig, kastar poppi, fer helst með framfætur með afturfætur framfyrir framfótaskref. Þá talaði að hann gangi í gegnum sig. Og eins og við sjáum kannski að mér í hnappnum, þá á maður að hreyfast í svona áttur frá vinstri og til hægri. Þetta er kannski ekki fullkomið fet í þessum hesti, þetta er kannski erfitt að finna fram. En ég myndi telja þetta með 5 metra hest vera mjög efnilegt fet allavega. Þá ætla ég að fara í næstu gangtegund sem er töll. Taktur á því, falleg framfótalyfta, með hreitt sem maður finnur á því að maður hlustar eftir hreinum fjórtakti. Hann eins og ég segi, hann 5 metra, þannig að þetta er ekki verið fullkomið hjá okkur ennþá. Hann ennþá aðeins að lyfta svona haustum og kannski frekar óstöðugur ennþá. Það sýnir samt sem áður með að ungan aldur mjög svona góða gangtegund í kvöldinu. Já, það er næstu sýningu brokk. Þegar hann svona að lyfta sig svona upp eins og hann gerir núna og kemur svona aðeins undir háls á hana, þá myndi ég ráðleika þér núna að beygja þig bara aðeins til að baug. Þannig að okkur var að hafa aðeins að þú háða á pöskið. Já. Ok. Þá
góð skipting. Þarna sá maður alveg greina að hún notaði lappirnar líka til þess að skipta, ekki bara taumana. Allt áfram á baug, en nú aðeins upp svona. Þarna virkilega góður. Þarna fann að ganga upp í herðar. Afturparturinn með. Hann mjúkur. Ok, og umbuna honum núna með að hægja niður í fet og helst að reyna að hafa höfuðburinn eins niður í fet. Mjög gott. Það er bara eldur gott. Ég vona að það hefur lært eitthvað af þessu og það var gaman að vera á þessu námskeiði með ykkur. Góða ferð heim.